Hún sest einnig hjá mér Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar. Vertu velkomin. Takk fyrir. Mig langar að byrja á að ræða þennan þriðja orkupakka sem orðinn að einhverju heitri pólitíski kartöflu allt í einu. Þessi innleiðing á honum mun hafa áhrif á starfsumhverfi íslenskra orkufyrirtækja eða ekki. Þú skrifaði grein þetta í Úlfljót, tímarit lögfræðinga, fyrir ekkert svo löngu, sem hefur svona gert í ákveðnu skotspón þeirra sem hafa verið að berjast gegn þessari innleiðingu. Geturðu kannski aðeins útskýrt fyrir mér hver voru meginatriðin í þeirri grein? Já, ég sem sagt bara byrjaði á því að í raun og veru var tilefni það að ég fekk fjölmargar spurningar og heyrði ýmislegt þennan þriðja orkupakka. Og ég gat ekki svarað því og vissi bara ekkert hvað þetta var í rauninni. Ég einhvern veginn gerði ráð fyrir því að þetta hefði ekki miklar breytingar í för með sér en svo fór ég að heyra ýmislegt og þannig að ástæðan bara fyrir því ég fór að kynna mér þetta var svo að ég hugsaði, getur verið að Evrópusambandið sé bara algjörlega að fara bara yfirum í þessum orkumálum og hvernig áhrif hefur það á okkur. Þannig ég fór að kynna mér þetta og mín nálgun svo að ég bara skoðaði efni þessara tilskipana og gerða og bara hvert raunverulegt efni, í hvaða samhengi þetta efni búið til og hvernig virka það hér á Íslandi. Og í raun og veru það þannig að þessar löggjöf Evrópusambandsins og stefna í orkumálum byggist á því að Evrópusambandið að tryggja orkuöryggi. Það vill ekki vera háð utanaðkomandi ríkjum um orku. Það eru loftslagsbreytingar, þannig að það verður auka hlutdeild endurnýjanlegra orkugjafa og svo framvegis. Þannig að þetta sett í samhengi þess að það eru samtengdir orkumarkaðir. Kaup og sala orku fyrir fram á uppboðsmörkuðum að miklu leyti og það raun og veru krefst stýringar vegna þess að átt með orkumarkað það sem fyrir inn það þarf að fara út og það þarf að stýra því. Hvernig passa þetta inn á Íslandi? Við erum í einangruðu orkukerfi og við erum samt sem áður sem hluti af EES að innleiða orkutilskipanir. Í raun og veru þá það þannig að þegar Evrópusambandið byrjar að hugsa þessi orkumál, þá eru rekstur orkufyrirtækjanna, þetta eru ríkisfyrirtæki yfirleitt og það allt á einni hendi. Það vinnsla, það flutningur, það dreifing og það sala til neytenda. Að miklu leyti bara miðstýrt og á einni hendi oft. Það sem Evrópusambandið gerir í þessari orkulöggjöf sinni í raun og vera aðskilja flutning, vinnslu frá flutningi, á Íslandi Landsvirkjun og Landsnet og síðan dreifingu og sölu. Þannig að það ákveðið sem Það ástæðan fyrir því að það var farið þá breytingu fyrir ekkert svo löngu til dæmis að búa til sérstakt svona sölufyrirtæki hjá Orkuveitu Reykjavík, Orka Náttúru, Orku Reykjavík og svo Orkuveitan sem annarri framleiðandi og hinn söluaðili. Já, og í raun og veru það þannig að það vinnslan og salan fer fram á samkeppnisgrundvelli en síðan sérleyfisstarfsemi sem gildir flutning og dreifingu. Og bara á mannamáli, í raun og veru, þetta bara til þess að auka þá samkeppni vinnslu og sölu þannig að það geti gagnast neytendum. En í raun og veru líka málið það að tryggja fjárfestingu og uppbyggingu orkugjafa þá innan Evrópusambandsins. Hér á Íslandi var þetta lögleitt í gegnum raforkulögin og í raun og veru var þá meginstefið að auka samkeppni til þess að gagnast neytendum. En það út af við erum ekki hluti af þessum evrópska orkumarkaði. Það ekki strengir sem liggja hingað, við erum eins og þú sagðir áðan loka kerfi. Þannig að það alveg rétt að álykta sem svo að þessi stór áhrif, þetta svona yfir þjóðlega boðvald Acer sem þessi eftirlitsstofnun og það mun ekki hafa áhrif hér á Íslandi nema við munum tengjast honum með stæðstyrkjafnum. Já, þá það þannig að bara við förum bara í þennan þriðja orkupakka. Þá felur hann í sér frekari aðskilnað á milli flutnings og vinnslu. Það að segja að ef við heimfærum á íslenskt umhverfi að þá má Landsvirkjun ekki lengur eiga hlut í Landsneti. Hins vegar til þess að flækja málið, að því það svo einfalt nú þegar, að þá var gerð undanþága
frá þessu, þannig að við þurfum í raun og veru ekki að hugsa þetta. Þegar að þetta samþykkt inn í EES-samningin með þessum fyrirvara, að þá gerður auka fyrirvari það að við þurfum ekki að gera þetta. En þannig að það sem að við þurfum að horfa á í þessu sambandi það aukið raforkueftirlit. Það aukið raforkueftirlit á vettvangi Evrópusambandsins og það alltaf þannig þegar Evrópusambandið eykur eftirlit. Þá alltaf auknar sektarheimildir og auknar valdheimildir og svoleiðis. Og það einhvern veginn, það grunnstefið og það auðvitað ákveðin galli að það alltaf svoleiðis. Hins vegar, þá það þannig að í 3. orkupakkanum sett á fót þessi samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði í Evrópu, ACER. Það sem að gerist við það að þetta tekið inn í EES-samningin það að þetta falið, þetta vald sem að ACER á að vera með falið ESA, sem sagt eftirlitsstofnun EFTA. Þannig að það í raun og veru ekki það að tala að ACER hafi bein áhrif inn á orkumarkaðin hér eða inn á. En það sem ég var kannski að spyrja ef að sæstrengur lagður hingað, myndi það þá breytast? Já, það myndi breytast. Þá myndi ACER hafa þetta yfir. Tölum aðeins kannski þessa hugmynd sæstreng. Þetta var dálítið mikið í umræðinu fyrir nokkrum árum þegar okkur vantaði kannski einhverja svona efnahagslega skyndilausn á okkar stöðu. Þá var komið aðilar sem sögðust hafa áhuga á því að fjármagna þetta. Landsvirkjun var með töluverða skoðun á þessu og Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, sagði það opinberlega, við erum ekki að fara að taka ákvörðun hvort þetta sé góð eða slæm, við erum bara að kynna okkur málið og það fór fram vinna á vegum fyrirtækisins það að skoða þetta. Hvar stendur þetta núna? Einhverjar líkur á því að við séum að fara að sjá sæstreng til Íslands í nánustu framtíð? Ég veit að ég myndi segja að svo væri nú ekki, en hins vegar held ég að þetta var alltaf, þetta var skoðaður sem möguleiki, þetta væri tæknilega framkvæmanlegt og þetta gæti borið sig efnahagslega ef að rétt vera á spilum haldið. Það voru niðurstöðurnar og þess vegna töldum við í Landsvirkjun að þetta væri möguleiki sem að ætti að skoða. Síðan hefur það gerst og það ber að taka það fram að sæstrengur verður ekki lagður án vilja stjórnvalda og ég held því fram að sæstrengur verður ekki lagður án vilja Alþingis vegna þess að það þarf vitaskuld lagaumgjörð slíkt, hvernig á að reka, hver á að eiga, hvernig á að haga þessu öllu saman. Þannig að þetta núna hjá stjórnvöldum, það að segja stjórnvöld hafa látið gera ákveðnar athuganir á þessu, en málið stopp í bili held ég ætla ekki að tala fyrir hönd stjórnvalda, en allavega hvað eins og manni sýnist, þá ekki mikið að gerast í sæstrengnum og í raun og veru þá finnst mér þetta mál vera og við bætist að það mikil eftirspurn. Ef það veri lítil eftirspurn eftir orku, þá væru við sennilega meira að skoða sæstrengin vegna þess að það alltaf gott að eiga möguleika. Allir sem í viðskiptum vilja auðvitað eiga möguleika. En tölum aðeins þessa eftirspurn. Við erum í þessu lokaða raforkukerfi sem við erum með og það mikið talað svona frasar að fengja að fljúga 100 árum að fjölga eggjunum í körfunni, við erum ekki bara að selja þessum risastóru álverum stóran hluta af orkunni og við til dæmis farið þá leið að selja töluvert orku til þessara kísilmálmverksmiðja. Það hefur gengið upp og ofan, skulum orða það þannig, ég meina United Silicon, ég held að það sé engin vafi að það verkefni hefur ekki gengið eins og flestir voru að reikna með, að vera vandkvæði hjá PCC fyrir norðan. Hvernig er það fyrir Landsvirkjun sem að selja þessum fyrirtækjum orku, hvernig horfir þetta við þeim núna, við ykkur núna þegar þessi vandkvæði hafa látið á sig kræla? Já, við auðvitað bara gerum það eins og alltaf, við viljum gjarnan finna lausnir með okkar viðskiptavinum og við viljum að viðskiptavinum okkar gangi vel. Það líka svo að alveg eins og viðskiptavinir okkar tryggja sína hagsmuni, þá tryggjum við okkar hagsmuni. Og við horfum á til dæmis PCC fyrir norðan, ég meina það framleiðsla í gangi og við vonum auðvitað bara að það muni ganga vel. En í öllu falli þá það bara þannig þessi missirinn að eftirspurnin svo mikil, við erum að selja og við erum að selja mikið af orku, þannig að í raun og veru þá bara
við átekta og sjáum hvað gerist, en á meðan mikil eftirspurn þegar þú spurður hana. Ég meina, í sögulegu samhengi voru gerði stóri samningar og byggða virkjanir. Nú þetta öðruvísi og öðruvísi eftirspurn, öðruvísi samsetning, þannig að það eru fjölmargir aðilar að banka upp á og það bara frábært. En við erum að sjá þetta aðeins öðruvísi. Byggist á fjölnýtingu, byggist á smærri aðilum, þannig að við erum í rauninni að farin inn í annað umhverfi að auk þess að hafa þessa stóru tryggu viðskiptavinni. Þá erum við líka farin að sjá annars konar iðnað sækja til Íslands. En hvernig það til dæmis þegar verkefni sem þið búið að gera raforkusölu samning eins og United Silicon, þegar það lendir í svona vandræðum eins og það búið að gera og fyrirtæki fer bara á höfuð og nýja kennitölu, helst samt raforkusamningurinn sem Landsvirkjun búin að gera við það? Já, sko, með belti og axlabönd í því dæmi? Já, í raun og veru, þá bara göngum við þannig hnútana, við tryggjum, á þess að ég geti farið nákvæmlega ofan í smáatriði með það, þá bara höfum við tryggt okkar hagsmuni í þessu máli, en eins og ég segi, það sem í raun og veru, já, ekki bara segja bjarga málunum, það er mikil eftirspurn í augnablikinu, þannig að við erum að selja orkuna, þannig að við bara sjáum til hvernig þessi mál verða leyst, því þetta verður bara að leysast á þeim vettvangi sem málið núna, það sveitastjórn og fyrirtækið sem í samtali og við bara býðum átekta. Getur þú farið kannski dýpra í með hvers konar eftirspurn þetta hvaða aðilar þetta sem að koma hingað og sækist eftir að kaupa orku? Já, það til dæmis bara, það eru gagnaver, þetta eru smærri aðilar, þetta inn í heildsölu, þannig að það í raun og veru svona aukin sala, aukin líka bara okkar viðskiptavinir, þeir vilja fá aukna orku, þannig að það bara í raun og veru svona eftirspurn á, já, ég veit ekki, alla kanta skulum við segja, og auðvitað það þannig að í þessu að eftirspurnin, hún getur auðvitað minnkað líka og þetta getur brugðið til begja vona, en eins og spárnar þá erum við bara í ansi góðum málum og í raun og veru getum ekki sinnt öllum beiðnum eins og sko. Og eru þessar viðbótarbeiðnir þá svona aðilar eins og gagnaver? Já, til þess að fara nú ekki alveg mjög nákvæmlega í það, en það frá ýmsum aðilum. Já, svona smærri aðilum sem geta... Já, bara líka jafnvel okkar viðskiptavinum. Já, sem vilja þá bara kaupa meira. Hvernig svona kannski lítur framtíðin út? Við erum hérna með rammaáætlun sem heimilar eða með ákveðna virkjanakosti í nýtingaflokkum, nýtingaflokki og þið hefur verið að prófa okkur áfram með svona nýja tegundir orkuöflunar eins og til dæmis vindmyllugarða og slíkt. Hvar liggja svona kannski sóknartækifærin fyrir Landsvirkjun? Hvar getið þið sótt meiri orku og kannski ekki bara hægt að horfa á nýjar virkjanir, hægt að horfa eitthvað betri leiðir í því að styrkja innviðina til þess að fá betri nýtingu? Það vissulega hægt og það það sem við höfum verið að vinna til dæmis með stækkun Búrfellsvirkjunar og þá höfum við verið að einbeita okkur að því að nýta betur það sem að fyrir Hitt annað mál að rammaáætlun já ég veit ekki alveg í hvaða stöðu rammaáætlun Rammaáætlun til þess, lögin rammaáætlun heita lög verndar og orkunýtingaráætlun og rammaáætlun gengur út á það að finna út úr því hvaða landsvæði á að vernda gagnvart orkunýtingu. Og í þessari vinnu horft á og verkefnisstjórn hefur verið skipuð og nú hafa faghópar verið skipaðir og þeir eiga að meta náttúru og menningarlega þætti, náttúruminjar og nýting og aðra en orkuvinnslu á landsvæðum, til dæmis ferðamennsku, landbúnað og fleira og síðan félagsleg áhrif. Og það algjörlega hrópandi í þessu að það ekkert verið og engin plön að því virðist það getur verið að þau hafi bara ekki komið fram að meta efnahagslega þætti. Því að til hvers orkunýting ef ekki í efnahagslegum tilgangi. Þannig að þetta vantar algjörlega inn í myndina. Að vísu núna stjórnvöld eru með orkustefnu vinnu í gangi, það að segja að það hefur skipaður starfshópur til þess að móta orkustefnu fyrir Ísland. Tók eftir því bara daginn að það komið inn á samráðsgátt stjórnarráðsins þar sem þau þurfa að kalla eftir sjónarmiðum og athugasemdum hvaða mögulega vera orkustefnu. En þetta í raun og veru höfum við spurt að. Orka nýtt í ákveðnum tilgangi, í efnahagslegum tilgangi. Ef efnahagslegu þættir ekki metnir, hvernig eigum þá vita, hvernig á samfélagi að vita hvað á að nýta af orkukostum og hvað á að vernda. Þannig að það eru fjölmörg tækifæri. Ef við sem Íslendingar segjum, við
í bara ljósi líka loftslagsbreytinga. Við höfum fjölmörg tækifæri að bjóða iðnað að koma hingað til landsins og nýta græna orku. Og við ætlum að gera það á hagkvæman hátt. Við þurfum auðvitað, það þarf að fara fram mat, þetta þess virði að því að þetta verður allt áhrif á náttúruna, en með það vantar sýnina, veist, og þegar við sem Landsvirkjun, sko við getum sagt, já þú veist, við erum með einhver orkukost og það alveg hægt að virkja þá, en sko þetta í lausu lofti í augnablikinu, þannig að þetta verður að vera á hreinu. Og þú myndist á loftslagsmál, tölum þess það, ég meina það oft látið með Ísland eins og við eigum að geta verið einhvers konar leiðtogaríki í það að sýna hvernig hægt að fara í alls konar breytingar sem loftslagsváin krefst af okkur mannkyninu, meðal annars orkuskipti. Við eigum þetta gríðarlega magn af hreinni orku, grænni orku og erum náttúrulega dálítið lítið samfélag og þannig að það ætti að vera innleiða breytingar tiltölulega hratt. Eitt sem hefur verið nefnt, sem augljóst, eru orkuskipti í samgöngum, það að segja bílaflota, skipaflotan og víðar. Af hverju eru ekki búin að gera þetta? Það mjög góð spurning. Ég held að nú þetta allavega byrjað og ég held kannski bara, vorum við ekki bara aðeins sofandi yfir þessu og að því að við erum í það góðum málum hvað margt varðar, við erum að nota endurnýjanlega orku að svo miklu leyti að við höfum kannski ekki verið alveg vakandi fyrir þessu, en nú er þróunin byrjuð. En það sem okkar áskorun að því það sagði, hvað eru margir bílar, eitthvað mál að skipta öllum bílunum? Ég ætla persónulega þeirra skoðunar þá nú ekkert að fara að pína fólk til þess ég meina að það er ekki hægt að pína fólk til þess að skipta bíla, en auðvitað er hægt að búa til hvata til þess. En það sem að við erum með á Íslandi, nú er ég sjálf á rafbíl og get ekki hlaðan heima hjá mér, þannig að ég er svona aðeins að reyna að finna út úr því hvernig ég á að gera þetta. En þetta svo óskaplega stórt land, þetta eru svo mikla víðáttur, þannig að það er ekki eins og við séum þessi mannfjöldi á pínulitlum blett og það sé ekkert mál að setja þetta upp. Það er mál að setja þetta upp, en kannski ekki það mikið mála að við eigum að vera að draga það mikið lengur. Það þarf að bæta þetta. Þetta hluti af þessu innviða vandamáli sem raforkumarkaðurinn að díla við, að takast á við. Ég meina, þetta ekki bara skortur á hleðslustöðum fyrir rafbíla hér og þar landinu, þannig að það líka þannig að orkuflutningskerfið að skilja eftir ákveðin svæði á landinu þannig að það sé ekki hægt að stunda ákveðna starfsemi þar. Og þetta á bara við, ég menna hluta af bara í kringum Akureyri og stór sveitafjölög á landinu. Algjörlega. Þannig að ekki stórar áskoranir þarna sem við þurfum að takast á við í uppbyggingu þessara innviða á orkumarkaði. Ég meina gott þú nefnir þetta því að betri nýting á því sem við eigum felst að sjálfsögðu því að styrkja flutningskerfið og gera það þannig úr garði að það sé hægt að nýta orkuna með sem hagkvæmustum hætti. En það er bara svo skrítið. Við eigum einhvern veginn svo erfitt með þetta, sko, ég veit ekki, Íslendingar virðist vera að hugsa mjög langt fram í tíma. Við erum auðvitað þannig, við erum háð náttúruöflunum, við erum alltaf að kljást við hríðina eða svo kemur dúnalogn og þú veist, við erum mögulega þannig þenkjandi, en það að byggja innviði, þetta er alveg rosalega erfitt fyrir okkur og það má spyrja af hverju. Erum við hrædd við bara þessar áskoranir, þetta rifrildi sem felst í þessu? Ég meina stundu þarf bara að taka ákvarðanir og gera það sem er hagkvæmast og hentugast bara á þeim tíma sem að svo ákvörðin er tekin. Þetta er erfitt fyrir okkur, við verðum bara að fara aðeins að taka okkur á. Þú hefur nú fengið smjörþiðin af pólitík fyrir nokkrum árum. Já. Hvað telurðu að sé ástæðan fyrir því að það sé svona erfitt að innleiða langtímahugsun sem meðal annars felst í því að fjárfesta meira í innviðauppbyggingu, hvort sem það séu samgönguinnviðir eða raforkuflutningakerfi eða hvað sem er? Ég held bara að við lifum í þjóðfélagi þar sem að eru margar skoðanir uppi, fólk hefur fjölmörg tækifæri til að koma á framfæri sínum skoðunum. Stjórnmálamenn virðast vera valtir í sessi, það eru kosningar í raun og veru of oft og þannig að það getur vel verið að það sé erfiðara fyrir þá að stíga fram. Hver fær sviðsljósið hvaða málefni, hver það sem að fær einhvern veginn og það er svo miklu einfaldara að tala einhverja einfaldara hluti sem að við öll skiljum, heldur en að fara að útskýra einhver í löngu máli, eins og ég var að reyna með 3. orkupakkan, við reyna að útskýra í löngu máli eitthvað mjög flókið, þetta er bara mikil áskorun. Þannig að ef maður er óánægður í vinnunni, það er miklu einfaldara að tala af matur séu vondur heldur en að verkefni séu leiðileg.
Ragnar og Þórður, takk kærlega fyrir komuna í 21. Við komum aftur hérna að Vörmuspori eftir auglýsingar.